Þá það 7. liður í dagskrá, það starfsáætlun og stefnuræða nefnda og það formaður frístundaráðs og bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Áramótin sameinuðustu samfélags- og mannréttindaráð og íþróttaráð í eitt ráð, frístundaráð. Þetta byrja vel hjá mér. Við höfum fundað 3 frá áramótum og erum að einhverju leyti enn í mótum. Við tilheyrum núna samfélagssviði með 9 sviðsstjóra og 2 deildarstjórum sem heyra undir frístundaráði. Samkvæmt nýrri samþykkt verkefni ráðsins að fjalla jafnréttismál og önnur mannréttindamál, fjölskyldumál, tómstundamál, íþróttamál og forvarnamál í umboði bæjarstjórnar Akureyrar eftir því sem nánar segir í samþykkt sem gerð í samræmi við samþykkt stjórn og fundarsköp Akureyrar kaupstaðar. Helstu verkefni ráðsins jafnréttismál í bæjarfélaginu, eftirlit með framkvæmd laga ávana og fíkniefni, rekstur og starfsemi íþrótta, félags- og tómstundamiðstöðva á vegum bæjarins og samskipti bæjarins við félög sem starfa á þessu sviði og njóta meðal annars styrkja frá frístundaráði, að stuðla að öflugu frístunda- og íþróttastarfi á Akureyri og hafa það samstarfi aðila sem starfa á því sviði, forgangsröðun og tillögur og staðarvali og uppbyggingar nýrra mannvirkja fyrir þá málaflokka sem heyra undir ráðið, stuðla að góðu upplýsingaflæði ásamt hlutaðeigandi aðilum frístundamál og þá heilsueflandi þjónustu sem stendur bæjarbúum til boða. Eftirfylgni með stefnum sem heyra undir frístundaráð. Undir ráðið háar upphæðir um 2 milljarða, enda íþróttamál mjög stór málaflokkur hjá Akureyrarbæ. En með mér í ráðinu situr hópur af góðu fólki, en það þau Óskar Ingi Sigurðsson, Arnar Þór Jóhannesson, Þórunn Sif Harðardóttir og Jónas Björgvin Sigurbergsson, auk Ölfu Dröfn Jóhannesdóttir sem situr sem áheyrnarfulltrúi. Sviðsstjóri Kristinn Reymarsson og deildarstjórar Alfa Aradóttir, forvarnar og frístundadeild, Ellert Örn Erlingsson á íþróttadeild. Já, og mig langar að byrja á nokkrum góðum hlutum sem hafa áunnist á tímabilinu. Það skrifa undir samning innleiðingu barnasáttmálans, meira fjármagn sett í forvarnir, unnið af innleiðingu og kynjaðri fjárhagsáætlanagerð, hækkun frístundastyrks en hann nú 20.000 krónur, framlengt verkefni með sértækt hópastarf, endurnýjun á samning við félag eldri borgara, viðmið fyrir skjánótun gefin út á segli og sett í öll hús. Þessi listi ekki tæmandi. En þar sem þetta nú stefnuræða en ekki stöðuræða ætla ég að fara að tala framtíðina. Barnasáttmálinn. Í kjölfar þess Alþingi lögfesti barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í febrúar 2013 hafa skapast umræður hlutverk og ábyrgð íslenskra sveitarfélaga við innleiðingu sáttmálans. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 25. febrúar 2016 tilboð frá UNICEF á Íslandi að verða tilrauna sveitarfélag við innleiðinguna barnasáttmála samkvæmt hugmyndafræði barnvæn sveitarfélög. Það búið að stofna stýrihóp utan verkefni og hefur verið fundað einu sinni. Áætlað að þessi stýrihópur skili af sér skýrslu framkvæmd tilraunaverkefnisins í árslok 2018. Þessu getum við sem sveitarfélag verið stolt af. Við erum byrjuð á þessari vinnu og munum gera okkar besta til þess að vera fyrirmynd annarra sveitarfélaga við innleiðingu barnasáttmálans. En að henni lokinni getum við fengið titilinn Akureyri barnvænt sveitarfélag eða Child Friendly City. Ungmennaráð og öldungaráð. Í dag starfandi ungmennaráð og í samvinnu við það verið að vinna að nýrri samþykkt fyrir ráðið. Þar sitja gríðarlega flottir einstaklingar sem ráðinu til sóma. Ýmsar hugmyndir hafa komið upp varðandi ungmennaráð, til dæmis hvort ættu að fá að sitja í nefndum sem áheyrnarfulltrúar eða fá greitt fyrir sína fundarsetu. Við erum að skoða hvaða fyrirkomulag gæti betur dregið ungt fólk til starfa fyrir bæinn og opna augu þeirra fyrir því að þau geti og eiga hafa áhrif. Einnig líklegt að vinna við innleiðingu barnasáttmálans hjálpi til við að fá samfélagið allt til að leita til unga fólksins. En fulltrúar frá ungmennaráði sitja í vinnuhóp við innleiðingu barnasáttmálans.
sem er mjög gott. Samstarf við félag eldri borgara hefur gengið mjög vel og sama má segja starfsemi öldungaráðs. Forvarnir og frístundir. Í fjárhagsáætlun fyrir 2017 var ákveðið að setja meira fjármagn í forvarnamál og verða ráðnir 2 forvarnafulltrúar í 70% starf. Með þessum stöðugildum við bæði að auka þjónustu við börn í vanda og leið að skapa svigrúm til að vinna betur að forvörnum. Áhersla verður lögð á að bæta þjónustu við 16 til 18 ára ungmenni sem þurfa þjónustu að halda og taka einnig skref í áttina af samfelldri þjónustu við börn. Í dag við að gera marga spennandi hluti fyrir þennan aldurshóp, bæði í samstarfi stofnanir innan kerfis sem og ríkisstofnanir, svo sem heilsugæslu, geðdeild SAK, virk starfsendurhæfingu, framhaldsskólana og Vinnumálastofnun. Unnið að þeirri hugmynd að Rósenborg, ungmennuhúsið, verði nokkurs konar þjónustu anddyri fyrir ungt fólk í vanda, en þar á bakvið sé heildstætt yfirlit yfir stuðning fyrir ungt fólk. Í undirbúningi undirritun samstarfssamningar vegna verkefnisins við þessa aðila. Allir eru sammála mikilvæga verkefnisins sem tækifæri til bættara þjónustu. Vonir standa til að gangi þetta eftir verður þetta mjög til bóta fyrir samfélagið og í raun brautryðjandi verkefni í þjónustu við ungt fólk land allt. Við munum einnig bjóða upp á meira klúbbastarf á miðstigi sem hefur mikið forvarnagildi. Markmiðið að fækka börnum sem einangrast eða lenda í alvarlegum útistöðum vegna áhættuhegðunar eða lélegra félagsfærni. Ætlunin að draga úr brottfalli í þessum aldurshópi sem og að ná til þeirra ungmenna sem eru óvirk. Markmiðið að koma þessum hópi í virkni sem sparar okkur fjármuni síðar í kerfinu. Félagsmiðstöð Akureyrar heldur úti viðamiklu starfi fyrir börn og unglinga á Akureyri. Sama má segja starfsemi punktsins sem býður upp á námskeið fyrir börn jafnt sem fullorðnar. Þessu starfi þurfum við að hlúa að. Jafnréttismál. Í samningi á milli meirihlutans var samþykkt að innleiða kynjaða fjárhagsáætlanagerð. Við höfum lagt áherslu á að klára þá innleiðingu en það langhlaup. Vandinn að komast nær deildunum. Við lögðum til og var það samþykkt í jafnréttisáætlunum að koma á svokölluðum þróunarleiðtogum. Þeir hafa það hlutverk að vera málsvari kynjasamþættingar og í kynjaðri fjárhagsáætlanagerð. Þetta hugmynd sem við sækjum til Svíþjóðar og hefur reynst vel þar. Þetta að sjálfsögðu ekki fullt né nýtt starf heldur. Þetta tímabundið verkefni sem einhver innan deildar tekur að sér. Þróunarleiðtogar hittast einu sinni í mánuði og utanumhald og umsjón væri þá hjá aðstoðarmaður bæjarstjóra og frístundaráði. Þetta verkefni sem við ætlum að klára, það að velja þróunarleiðtoga í nefndir og deildir á þessu kjörtímabili vegna stjórnsýslubreytingar hafa orðið töf á. Eitt af því sem við erum líka að vinna að jafnlaunavottum en áætlað að byrja úttekt hjá starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir sumarið. Eins með jafnréttisáætlanir fyrir deildir og stofnanir á vegum bæjarins, við þurfum að kalla á eftir þeim. Ég sé til dæmis tækifæri þar í nýju frístundaráði að herja enn frekar á jafnréttisáætlanir frá íþróttahreyfingunni. Eins að skoða hvernig okkar fjármagni varið í íþróttum miðað við þar sem þar eru fleiri stelpur eða fleiri strákar. Íþróttamál. Núgildandi íþróttastefna Akureyrarbæjar var samþykkt í bæjarstjórn í mars 2011 og því orðin 6 ára gömul. Markmið stefnunar enn í góðu gildi en enga síður nauðsynlegt að fara í þá vinnu að endurskoða stefnuna og þær leiðir að markmiðin sem eru í núgildandi stefnu. Það hefur áunnist á þessum tíma í íþróttamálum bæjarfélagsins en það má alltaf gera betur. Á Akureyri fjölbreytt íþróttastarf sem að mestu borið upp af frjálsum félagasamtökum. Hlutverk okkar að styðja við og efla þetta góða starf í bæjarfélaginu, jafnt almenningsíþróttir sem keppnis- og afreksíþróttir. Tilgangurinn að fjölga tækifærum íbúa og gesta til reglulegar hreyfingar sem mikilvægar forvarnir og vinna þar með auknu heilbrigði í samfélaginu. Frístundaráð nú á næstu vikum að fara í gang með stefnumótunarvinnu í íþróttamálum
og verður sérstaklega horft til þess hvernig við getum enn betur skilgreint samstarf bæjarfélagsins við íþróttahreyfinguna og þá við IBA sem eru regnhlífasamtök íþróttafélaganna í bænum. Akureyrarbær er með rekstrarsamning vegna mannvirkja við stærstu íþróttafélaganna í bænum, auk þess sem stuðningur við nánast öll félög í gegnum samning við IBA. Unnið hefur verið í endurskoðun á samstarfssamningum milli Akureyrarbæjar og IBA sem tekur á samskiptamálum, styrkveitingum, rekstrarlegum þáttum, framkvæmdamálum auk annarra sameiginlegra hagsmunamála. Bind ég vonir við að sú stefnumótavinna sem er að fara í gang skili af sér jákvæðri niðurstöðu öllum málsaðilum til heilla. Uppbygging íþróttamannvirkja hefur verið mikil á Akureyri gegnum árin. Við höfum nú staðið fyrir uppbyggingu og aðstöðu við Nökkva, félaga siglingamanna, og á síðasta bæjarráðsfundi var samþykkt að fela bæjarstjóra að hefja viðræður við vini Hlíðarfjalls kaup á nýrri skíðalyftu. Nú er í gangi miklar framkvæmdir á sundlaugasvæðinu þar sem verið er að setja upp nýjar rennibrautir og lendingarlaug. Það er engin spurning að þessar framkvæmdir muni skila sér í aukinni aðsókn bæði heimamanna sem og ferðamanna að sundlauginni sem er auknum gæðum í starfsemi sundlaugarinnar. Það má til gamans geta þess að aðsókn að sundlauginu á Akureyri á árinu 2016 var svo næst fjölmennasta en alls komu rúmlega 365.300 gestir í laugina. En aðeins á árinu 2014 hafa komið fleiri gestir en þá komu tæplega 370.000 gestir. Uppbygging mannvirkja fylgir aukinn rekstrarkostnaður og viðhald á þeim. Á þessu ári verður farið í endurbætur á nokkrum mannvirkjum og má þar með nefna umtalsverða endurbætur á Laugagötu. Skipt verður gólfefni í íþróttahúsinu Glerárskóla, andir við Giljaskóla verður stækkað og svo verður sett upp skiptitjald í K-húsinu. Akureyrarbær og embætti landlæknis undirrituðu samstarfssamning á Akureyri 28. ágúst 2015 þátttöku Akureyrarbæjar í verkefninu Heilsueflandi samfélag. Heilsueflandi samfélag miðar að því að þróa samfélagslega ramma utan markvissa og heildræna heilsueflingu allra aldurshópa. Í þeim tilgangi eru lagðar til grundvallar 4 áhrifaþættir heilbrigðis sem unnið er að með næringu, hreyfingu, geðrækt og lífsgæði. Frístundaráð mun halda utan vinnu við þetta verkefni og móta frekari línu í áframhaldandi vinnu við það að efla samfélagið á Akureyri út frá heilsusjónarmiðum. Það má vekja athygli á því að í atvinnustefnu Akureyrarbæjar 2014 til 2021 er sérstakur kafli lýðheilsu, heilbrigði og umhverfismál. Þar stendur: Samfélagið á Akureyri verði í fararbroddi á sviðum lýðheilsu, umhverfis og íþróttamála og byggi á góðri aðstöðu og metnaðarfullri þekkingu íbúa, stofnana og fyrirtækja. Markmið undir þessa stefnu var að Akureyri yrði heilsueflandi samfélag. Þó svo að þetta sé sett í atvinnustefnu bæjarins snertir þetta öll svið bæjarins og það er atvinnustefna og íþróttastefna bæjarins nú komið undir einn stjórnsýsluhatt á samfélagssviði. Verður vonandi til þess að hægt verði að ná betri heildrænni nálgun á leiðir til að ná fram þeim markmiðum sem sett voru fram í þessum stefnum og í tengslum við verkefnið heilsueflandi samfélag. Hér fyrir ofan stikla á stóru og mikið af flottu starfi sem vinnst undir frístundaráði og mikið af spennandi verkefnum framundan. En ég ætla að loka þessari ræðu á að tala hversu magnað starfsfólk frístundadeildar er. Það er eiginlega alveg ótrúlega mikið af flottu og vönduðu starfi sem fer þarna fram og þróunin sem hefur verið þarna undanfarin ári endurspegla metnað og ástríðu starfsfólks. Ég vil sérstaklega þakka Kristíni Reymarsyni, Ellerti Ölfu og Bergljótu fyrir gott samstarf og í full tilhlökkunar að vinna áfram með þeim og öllum á deildinni og sjálfsögðu í nefndinni. Með von góðar umræður. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Silju Dögg fyrir yfirferðina. Þau verkefni sem að frístundaráð hefur verið að vinna að og sem Silja Dögg taldi hér upp samræmast held ég allflest vel þeim stefnumálum sem við Sjálfstæðisflokkurinn setti fram fyrir síðustu kosningar. Þannig ég er bara mjög ánægð með það. Ég er sérstaklega ánægð með hækkun á frístundastyrknum og útgefnum seglum skjánótkun. Ég veit að segullinn hefur verið hugarefni Bergþóru bæjarfulltrúa í mjög langan tíma. En það er nokkur atriði sem ég langa að spyrja út í og fara betur yfir. Mér langar að spyrja Silju að því ég þekki það ekki, hvernig ungmennaráðið er kynnt fyrir ungmennum? Það er náttúrulega markmið að ungmennaráði verði virkur samráðsvettvangur við bæjaryfirvöld. Ég held við getum gert enn betur. Veit reyndar að þau hittu bæjaráð fyrir stuttu síðan. En við höfum líka rætt hér áður hvort að við ættum að gera fulltrúar ungmennaráði sem áheyrnarfulltrúa inn í til dæmis fræðsluráð og jafnvel inn í frístundaráð og mér finnst við aldrei hafa klárað þessa umræðu þannig að ég hefði bara vilja óska eftir því að þetta yrði tekið inn í frístundaráði og jafnvel inn í bæjaráði hvað við viljum fara með þetta mál hvernig við viljum fara með þetta mál. Ég er allan á því að við ættum að prófa að fara þessa leið. Við bæjarfulltrúar fórum hér til Reykjavíkur í síðustu viku og hittum þar borgarstjórn og það nýtti ég tímann og fékk þær upplýsingar hvernig þau hafa verið að haga þessum málum hjá sér og þar eru þau allan með fulltrúa úr ungmennaráði inn í fræðsluráði og auðvitað fer það svolítið eftir einstaklingum sem fer þar inn en ég allan að heyri það að sá fulltrúi sem það núna er ofboðslega virkur og er að gera mjög vel þannig að mér finnst við ættum að láta þetta reyna. Ég fekk líka þær upplýsingar að í Reykjavíkurborg er það þannig að það er ungmennaráð í hverju einasta hverfi Reykjavíkurborgar og síðan er eitt ungmennaráð skipað frá einum fulltrúa úr einu hverfi og það gera þau til dæmis til þess að ná betri tengingu inn í skólana þannig að mér langar að spyrja hvort að við séum með virkar tengingar inn í skólana í gegnum ungmennaráðin þá inn í jafnvel nemendafélög inn í skólunum bæði þá á grunnskólastigi og framhaldsskólana. Allan og ég varð allan vör við það þegar við vorum að undirbúa okkar stefnuskrá að þá var þetta allan ekki virt inn í skólana þannig að við langar að spyrja hvort það hefur breyst og allan að legg þá til að við skoðum það betur. Eins höfum við ítrekað rætt það að málefni tengjast eldri borgurum verði lögð fyrir öldungaráð. Þetta verðum við að setja í skilvirkara form heldur en í dag. Þetta fór vel af stað, er mér sagt allavega, af þau sem sitja í öldungaráði, en svo hefur aðeins dregið úr, en þarna líka ættum við alveg að taka umræðum það, á öldungaráði jafnvel að eiga fulltrúa í velferðarráði og jafnvel frístundaráði. Og þar fengjum við þá fulltrúa þeirra beint inn í umræðina. Síðan er líka spurning, á formaður öldungaráðs endilega að vera fulltrúi bæjarins, yrði öldungaráðið jafnvel virkara ef það væri fulltrúi eldri borgara. Þannig að ég geti alveg trúið að þá kemur meiri pressa frá eldri borgurum á það að við værum að sinna þeim og værum að leyfa þeim að taka þátt í umræðinni. Varðandi kynju fjárhagsáætlanagerðina, ég vil kannski bara vilja fá aðeins betri upplýsingar hvar það verkefni er statt því að ég hef ekkert orðið vör við þetta í þær nefndum sem ég hef setið í og varð ekkert vör við þetta í fjárhagsáætlanagerðinni í haust. Þannig að á hverju strandar og fá kannski aðeins betri upplýsingar það. Varðandi Hlíðarfjall, ég fagna því bara verulega að við ætlum í frekar uppbyggingu á skíðasvæðinu og mér finnst bara vinir Hlíðarfjalls eiga heiður skili fyrir sitt framlag og frumkvæði að þessu verkefni. Mér finnst bara ofboðslega jákvætt þegar einkaaðilar sýna vilja til að koma að uppbyggingu í samfélaginu. Mér finnst það alveg til fyrirmyndar.
En í áður samþykktum stjórnsýslubreytingum átti að færa Hlíðarfjall frá að þá hét íþróttaráði yfir í Akureyrarstofu. Mér langaði bara að spyrja hvar það mál stendur. Af því að ég allan að sitja í Akureyrarstofu og það hefur ekki komið inn okkar borð ennþá. Svo Silja Dögg fór yfir bæjarfulltrúi og formaður frístundaráðs, þá talaði hann að núgildandi íþróttastefna Akureyrarbæjar hafi verið samþykkt í bæjarstjórn 2011. Ég er bara hjartanlega sammála því að það þurfi að taka og endurskoða stefnuna. Við erum hlutfallslega að eyða meira í þennan málaflokk heldur en önnur af stærri sveitarfélögunum og því finnst mér bara ofboðslega mikilvægt þessu með mjög skýra langtímastefnu og virka framkvæmda áætlun varðandi aðstöðu til íþróttaiðkunar. Við sjálfstæðismenn vorum með í okkar stefnuskrá skoðuð hagkvæmni þess að færa yfirstjórn íþróttamála til IBA. Þannig mér finnst bara mjög jákvæmt að það sé verið að endurskoða þann samning og þá ef við ætlum jafnvel að ganga svona langt þá finnst mér enn mikilvægara að langtímastefna okkar sé skýr í þessum málum. Ég meina ætlum við að vera með þá stefnu að ýta undir það að stærri félögin sé að taka undir sín þau smærri eða ætlum við að vera með þá stefnu að smærri sé meira saminast. Þannig að svo ég nefni bara eitt af þeim málum. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur nokkuð sem nefnt hér hvernig við erum að ráðstafa tímum í íþróttahúsum bæjarins. Það fyrir hlutfallslega lítill tímafjöldi til almennings, þó svo að búið sé að fjölga íþróttamannvirkjum síðust árin, þá er það ekki aukist. En ástæðan er að á sama tíma og mannvirkjum hefur verið fjölgað, þá hafa íþróttafélögin bara fjölgað æfingum hjá börnum og úlingum og fært aldur iðkenda enn neðar en áður var. Mér finnst að við þurfum að taka þessa umræðu og ákveða hvaða stefnu við ætlum að taka í þessum málum, sérstaklega ef við erum að horfa á að vera heilsueflandi samfélag fyrir alla aldurshópa, eins og í rauninni verkefni gengur út á, það gengur út á alla aldurshópa. Silja nefndi framkvæmdir við sundlaugina og ég ætla bara rétt svo að vona að þessar framkvæmdir og þá sérstaklega þessi rándýra rennibraut eigi eftir að auka aðsókn, annars verði fyrir verulegum vonbrigðum. Mér langaði aðeins að spyrja með nýtingu á Laugagötu. Ég veit að vera að nýta það að hluta til fyrir júdó, en er verið að nýta húsið að fullu í dag eða er einhverjar aðrar hugmyndir með framtíðar nýtingu. Silja Dögg fór aðeins inn á hlutverk ráðsins að það er að stuðla að góðu upplýsingaflæði ásamt hluteigandi aðilum frístundamál og þá heilsueflandi þjónustu sem stendur bæjarbúum til boða. Þarna finnst mér að atriði sem við getum gert enn betur í. Við erum með heimasíðu sem heitir visitakureyri.is. Þar geta ferðamenn fengið upplýsingar flestalla gististaði og veitingastaði og afþreyingu hérna í bænum. Mér finnst í rauninni kannski vant að svipaða síðu varðandi íþróttir og tómstundir. Að allir aðilar geti sett þarna upplýsingar inn, þannig að það væri mjög auðvelt aðgengi fyrir almenning og foreldra að leita þessum upplýsingum. Ég veit að IBA er með bara sína aðila, en það er ekkert sameiginlegt fyrir alla tómstundir eða íþróttir, ekki svo ég viti allavega. Að lokum langar mig bara að taka undir með Silju, þakkir og hrós til starfsfólks frístundasviðsins og ég er bara alveg sammála því að það er unnið mjög metnaðarfullt starf og svo bara hlakka ég til að sjá hvernig komandi verkefni minnast. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínum, þá tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara í fyrstu til að lýsa ánægju minni yfir því að við skulum vera að hlusta hér á ræðu formanns frístundaráðs í fyrsta sinn. Við erum hérna búin að sameina samfélags- og mannréttindaráð og íþróttaráð undir einn hatt, frístundaráð, sem við töldum við stjórnsýslubreytingarnar sem við fórum í á síðasta ári vera afar mikilvægt og ég held að
Og mér sýnist og ég sannfærður það að þetta oftar var gæfuspor fyrir okkur, að við séum að sameina þessa liði sem eiga svo mjög saman í allri áherslu og allri umræðu í samfélaginu. Þannig að ég bara fagna því að þetta sé komið á þennan stall. Ég held við verðum líka að passa okkur á því þegar við ræðum þetta að við pössum okkur á því í framtíðinni, bæði nú í þessar umræðu og bara í áherslu flokka og næsta kjörtímabili, að þetta frístundaráð sem á að taka á öllum þessum málaflokkum sem voru undir samfélags- og mannréttindaráði og íþróttaráði. Það voru áhyggjusmanna, mann hefði áhyggjur af því að þetta myndi drukkna í einhverju íþróttaumræðu og það mikilvægt að við höldum vöku okkar í því vegna þess að þetta ekki bara íþróttir. Í því sambandi þá skal ég segja fórum við og okkur bæjarfulltrúum, eða ekki því sambandi, en okkur bæjarfulltrúum var núna boðið í síðustu viku að heimsækja Rósenborg og ungmennaráð og það var fyrir okkur bæjarfulltrúum afskaplega áhugavert. Ungmennaráð akkurat að sækjast eftir stærra og meira hlutverki og þar var akkurat rætt þessa möguleika á því og mér skilst að það kom nú fram í máli ungmennina, þau ætluðu sér að senda inn erindi til bæjarins, þar að segja frístundaráðs og þá líka væntanlega í framhaldinu til fræðsluráðs að fá að koma með áheyrnarfulltrúa inn í þau ráð og þetta þá tekið fyrir á pólitísku vettvangi. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt og við tölum það. Þau höfðu áhuga á því að setjast inn sem áheyrnarfulltrúar og ég held að sé mikilvægt að menn taki þetta í skrefum og frístundaráð og fræðsluráð eru kannski þau ráð sem gott að þau byrji á. Í sumum sveitarfélögum hefur þetta verið farið þá svo leið að þau sitji í öllum ráðum til að mynda Seltjarnarnesi en þetta verður að mínum að þróast. Ungmennaráð verður að finna tilgang og hlutverk sitt í þessum málum og það lofa minnstu góðu þegar ungmenni sem við hittum á þessu fundi voru mjög áhugasöm og ég bara vænti mikils af þeim í umræðum akkurat í nefndum þau mál sem að snúa að ungmennum. Ég vil líka lýsa yfir mikil ánægju minni með þá starfsemi sem í Rósenborg og þarna þegar þetta kvöld sem við áttum þarna með unga fólkinu, þá var mikið líf, það félagslíf þarna og mikið líf og þarna erum við akkurat að sinna markhóp sem að kannski ekki akkurat í íþróttum, þetta fólk sem að þarf ungu krakkar sem að við þurfum að ná í til þess að stunda tómstundir og eins og kom fram í ræðu formanns í frístundaráðs, þá akkurat að reyna að virkja þessa krakka sem að kannski þurfa félagslega aðstoð til þess að komast í virkni. Þannig að ég er mjög ánægður með það. Ég ætla bara aðeins að því að hér hefur verið rætt hvar kynju fjárhagsáætlunargerð stendur og bæjarfulltrúi Eva talaði það og ég þá langar mig til að segja ykkur það að á bæjarráði á fimmtudeginum þá vorum við akkurat að fara að taka fyrir verklagsreglur viðauka og eitt af því sem í þeim verklagsreglum það að við erum þá að taka upp svokallega gátlista viðaukagerð varðandi kynjaða fjárhagsáætlun og það sem sagt verður þannig og það kemur fram í þessum reglum að það bara skylda þegar og ef þarf að koma til viðauka að ráðin fylli út þennan lista sem þennan gátlista varðandi kynjaða fjárhagsáætlunargerð. Þetta svona fyrsta skrefið og ég vænti þess líka að við erum að stefna því að nota þetta þá líka við fjárhagsáætlunarvinnuna fyrir árið 2018 sambærilega lista og þá fyrst og fremst varðandi það sem við erum þá að koma til með að breyta á milli ára ef það koma einhverjar nýjar áherslur þá sé það fyrsta skrefið svo kannski í framtíðinni verði þetta alveg kynjagreint og mikið af þessu til margar upplýsingar til en það þarf að safna þeim saman en þetta náttúrulega fyrstu skrefin. Ég fagnaði líka því sem kom fram hjá eða formanni frístundaráðs Silju Dögg það að þetta orðið sameiginlegur málaflokkur og þá gefst kostur á því að skoða jafnrétti í íþróttum og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að við reynum átta okkur á hvernig jafnrétti í íþróttunum háttað og hvernig við erum þá líka að deila þeim fjármunum sem við erum að láta hér út frá okkur. Við erum eins og hefur komið fram þá eru miklir peningar sem renna til íþróttamála og það mikilvægt að sjá það hvernig þeim ráðstafað. Ég hvet frístundaráð og Silju Dögg bæjarfulltrúa og formann frístundaráðs til þess að hafa forgöngu það að vinna að
athugun á þessum málum. Þetta hefur verið gert og það bara safna þessu saman fyrir okkur þannig að þetta liggi fyrir. Ég veit að miklar upplýsingar eru til og bæði fyrirfyrrandi íþróttaráð var með þetta og líka íþróttafulltrúi, en ég held að sé bara alltaf þörf á því að vera að rifja þetta upp hjá okkur. Við séum alltaf meðvituð þessar upplýsingar, hvernig við erum að ráðstafa peningunum út frá þá kynjaðri fjárhagsáætlanagerð. Og þetta málaflokkur sem ég tel mikilvægt að við horfum til. Það hefur verið mikið rætt íþróttastefnu og kom fram í máli hennar Silju Döggar bæjarfulltrúa. Ég held að sé mjög mikilvægt að þessi stefna komist á laggirnar sem fyrst. Við erum að lenda í ýmsum málum og ég held að sé mikilvægt að við förum sem sveitafélag að marka okkur stefnu hvað við viljum teygja okkur langt í fjölda íþróttagreina og fjölda félaga. Það bara þannig að það virðist vera einhver svona sjálfvirkni, menn geta komist inn og svo menn búin að stofna deildir innan félaga, frjálsíþróttadeildir innan ákveðna félaga og svo framvegis sem kannski alls óskylt, eða bara óskylt þeirri starfsemi sem það með hverju sinni. Þannig að menn hafa þessa möguleika og þetta kostar allt meiri fjárútlát fyrir IBI eða Akureyrarbæ. Og það sífellt meiri krafa aukna tímanotkun. Það þannig að það virðast öll félög vera að stækka og allir eru að auka við sér iðkandafjölda og allir þurfa fleiri tíma og stærra húsnæði og þetta virðist vera alveg óþrjótandi. Þess vegna svo mikilvægt að koma svona stefnu á hvert ætlum við að fara í þessu. Þetta bara svona eitthvað sem við verðum þetta svona eins og ég segi, þetta pínlítið eins og pottur sem kraumar alltaf, við verðum bara að setja loki á hann og halda lokinu á vegna þess að við getum ekki bætt endalaust þannig. Það bara þannig. Þannig ég held að við þurfum aðeins að taka þetta svona fastari tökum með þessar íþróttastefnu og þá líka skilgreina betur hlutverk IBI í þessum málum og IBI verður að vera meira svona kannski þá stefnumótandi fyrir íþróttahreyfinguna í náttúrulega samráði við Akureyrarbæ, en það þarf að liggja fyrir svona hvað við ætlum okkur. Þess að það alveg ljóst að Akureyrarbær hlutfallslega meira heldur en aðrir í mörgunni sveitafélög í íþróttamál. Við höfum gjarnan vilja kannski nýta þessa fjármuni með öðrum hætti við. Núna, sem betur við búin að auka íþróttastyrki og ekki kalla íþróttastyrki, við bara að við erum að tala tómstundamál og frístundaráð, við hætta að íþróttastyrki. Við erum að frístundarstyrki hefur verið að hækka og þeir eru konið upp í 20.000. Við ætlum að það verði 25.000 í lok kjörtímabilsins. Og þetta eitthvað sem við þarna eigum að ná til foreldra, þarna eigum að ná til fólks til þess að fá börn til að taka þátt í tómstundum og íþróttum og þetta mikilvægt að við getum haldið þessu. Þannig að við séum að láta meira að peningu fara að vinna fyrir okkur og minna kannski í steypu. Það rétt og það kom fyrir á mig í máli Evu hérna og líka í ræðu Silju Döggar bæjarfulltrúa að það að fagnaðarefni að við skulum vera að fara í uppbyggingu í Hlíðarfjalli og það ljóst að Hlíðarfjall aðdráttarafl og það voru ekki að hugsa þetta orðið og það hefur komið fram að Hlíðarfjall eigi að fara undir Akureyrar og ég held að það sé nú bara vegna þess að við erum í þessu stjórnsýslubreytingum að það hafi tafist en ég vænti þess og líka það fyrir ekki stjórnsýslubreytingum heldur þessari útlýsingamöguleikum að það hafi tafist en ég vona það verði og það ætlunin að fara með þetta undir Akureyrar og þetta náttúrulega svona meira ferðatengt þjónusta sem að fer fram í Hlíðarfjalli þó svo að menn megi ekki gleyma því að þetta líka æfingarstaður fyrir fullt af unglingum. Ég tók eftir því að í ræðu Silju Döggar formanns þá var ekki minnst á golfvöllin. Hún var aðeins að fara yfir framkvæmdir sem hefur verið og minnst ekki á golfvöllin. Þar má ekki gleyma því að Akureyrarbær hefur lagt rosalega mikla peninga og fjármuni til uppbyggingu á golfvallarins og það sýndi sig á síðasta sumri að golfvöllurinn komið í það stand að hann farin að verða einna betri golfvöllur landsins og verður alveg klárlega eftirsóttur á næstu árum til að halda golfmót og til þess að draga fólk hingað til bæjarins sem mjög ánægilegt vegna þess að í fjölda mörg ár hefur golfvöllurinn verið í þannig ástandi, hann hefur ekki verið gjaldgengur í þessi stærri íþróttamót eða golfmót en núna hann komin á þann stall að hann getur trekt til sín golfmót og skapað tekjur fyrir samfélagið okkar sem afskaplega mikilvægt. En ég vil líka bara lýsa því yfir að það mikilvægt að ég var svo sem búin að segja það varðandi ungmennaráðið, það líka varðandi eldri borgarana,
hvernig við viljum nálgast þessa vinnu með þeim. Það mikilvægt að við vísum málum til þeirra sem að snúa að eldri borgurum, og það eitthvað sem að ég held að við þurfum bara aðeins að brýna okkar ágætu bæjarfulltrúa sem sitja í öldungaráði að svona kannski skammast í okkur, þannig að menni sé svona pínlítið meðvitaður það, og það líka það sem kom fram í samtölum okkar við unga fólkið, að það fullt af málum sem að snertir ungt fólk sem að við hefum svona kannski glemt að bera undir þau eða leyfa þeim að vera með í ráðum, og þarna þurfum við bara að gera bragarbót á. En annars held ég að ég ljúki máli mínu á þeim nótum að ég afskaplega stoltur að hafa staðið í bæjarstjórn með þessu fólki sem hér inni að þeirri breytingu að koma á frístundaráði og sameina þessa 2 málaflokka, og ég vænti þess að þetta eftir að verða okkur gæfuspor til framtíðar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka formanni frístundaráðs, bæjarfulltrúa Silju Dögg, fyrir hennar framsögu. Ég ætla að byrja á því að taka hérna áfrýjun bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins öldungaráðið, og ég sitt nú í öldungaráði. Ég held þetta snúist ekki bara það að við pólitíski fulltrúar sem sittum í öldungaráði séu nógu duglega við að berja ykkur hinn áfram við að koma málið ángað. Ég held þetta snúist meira en það eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á hérna áðan, að við formgerum þetta samstarf. Til hvers erum við að stofna ungmennaráð? Til hvers stofnum við öldungaráð? Það ekki til þess að gefa ungu fólki og öldruðu fólki tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanatöku sem hefur áhrif á líf þeirra? Ef að það markmiðið, þá hljótum við náttúrulega að stilla málum þannig upp að við sendum fleiri mál til umsagnar í þessi ráð, þó að þýði það að málið tefjist 1-2 vikur hvað varðar afgreiðslu. Ef við viljum raunverulega gera þetta einhverju viti. Hin leiðin líka svo sem að ég tek mjög undir, og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom hérna inn á, og við ræddum líka á þessum fína fundi með ungmennaráðunum daginn, þar að segja bæjarráðsfulltrúar, að það séu fulltrúar úr þessum ráðum í þeim nefndum sem fjalla þeirra mál. Það líka ein leið. Ég held að þetta bara að fara báða leiðirnar. Og þessi fulltrúi, hann getur síðan farið og með mál inn í ráðin og fengið þar umfjöllun þau áður en að tekin ákvörðun. En þetta snýst í raun og veru ekki neitt annað en að ákveða það að gera hlutina með þessum hætti. Þetta eins og með kynjuðu fjárhagsáætlunina. Þetta ekkert annað en ákvörðun. Þetta ákvörðun breytingu. Þetta ákvörðun það að verkla sé með ákveðnum hætti. Þannig ég legg eindregið til að við skoðum þetta með opnum huga og bara gerum þetta. Og ég jafnvel á því að þegar við tökum fyrir mál í bæjarráði sem snerta þessa hópa, þá væri alveg þessi virði í einhverjum tilvikum að gera tilraun með það að fá slíka áheyrnarfulltrúa inn í bæjarráð. Ég finnst bara ekkert að því. Síðan hefur til dæmis borgarstjórn Reykjavíkur, eftir því sem ég best veit, verið með þá reglu að núna í nokkur ár að það svona borgarstjórnarfundur unga fólksins, ef ég man rétt. Ég held ég farir með rétt málaðuna, og ég held að það sé til dæmis eitthvað sem við ættum að koma á hérna á Akureyri, að það sé hérna bæjarstjórnarfundur unga fólksins. Þá sé það ungmennaráðið, og það séu þá kannski einhverju viðbóta fulltrúar sem að fylla þá þessi sæti hérna í salnum, og þar fjalli þau mál sem að snerta þau sérstaklega, og þau séu aðstóðuð við undirbúning, og þau fari aðeins inn í þetta form
og þau jafnvel samþykki hér einhver ályktanir eða ákvarðanir sem að þau senda síðan áfram til okkar hinna. Og mér finnst ekki úr vegi að slíkur fundur yrði jafnvel 2 á ári og ég get ekki séð að það væri neitt flókið. En ég líka vil taka undir þessa hugmyndirnar Evu varðandi það hvernig valið í ungmennaráði. Nú virðist vera sem að það sé valið í ungmennaráðið svona þessi meira handvalið heldur en hitt að þau sé að kjósa sér fulltrúa. Kannski ástæðan fyrir því svo að ungmennaráðið hefur ekki fengið þessa stöðu að það skiptir raunverulega máli þannig að ungmenni séu tilbúin bara til að leggja eitthvað á sig þarna inni að því að þau finni að þau skipti í raun máli og hafi áhrif á það sem að þau eru að fjalla. Og þetta náttúrulega tengist líka þessari vinnu með barnasáttmálann sem minnst á hér og ég mjög svona vongóður að okkur takist vel til í þeirri vinnu. Mér finnst byrjunin allavega að lofa góðu. Ég var nú svo heppinn að fá að vera þarna fulltrúi og ég verður að segja það að ég mjög spenntur fyrir þessu verkefni sem við erum að fara þarna í og ég held við séum öll spennt fyrir því og ég vonast til að við fáum út úr þessu alveg heilmikið fóður til að gera vel. Og ég held að geta líka lært að þeirri vinnu kannski eitthvað í tengslum við samskipti okkar við eldri borgara þessa bæjarfélags, meðal annars. En ég ætlaði svona aðeins líka að nefna það að því að þá ég fulltrúi Silja Dögg kom inn á það hérna áðan að hér erum við að setja einhverja 2 milljarða í eina málaflokk. Og þetta er náttúrulega stærstu hluti þarna fyrir íþróttamálin og síðan eru önnur mál sem heyra undir æskulýðsmálin. Bara svo við áttum okkur á þessum hlutföllum sem þarna erum að ræða þá erum við á Akureyri hérna samkvæmt Árbók sveitarfélaga árið 2015 að setja rúmlega 100.000 krónur á íbúa í æskulýðs- og íþróttamál. Á meðan að Reykjavíkurborg að setja 62.700 per íbúa. Það er sveitarfélag sem kemst næst okkur af þessum stærri sveitarfélagum á höfuðborgarsvæðinu er Garðabær með 91.000, tek sem dæmi Kópavogur með 63 og Hafnarfjörður með 61.000. Þetta er gríðarlegur munur. Og þetta er náttúrulega það sem við höfum verið að ræða og þegar við erum að tala hversu hátt hlutfall fyrir hérna málaflokka af skattfé, því skattfé sem við höfum til ráðstöfunar og skatttekjum, þá þetta 15% hérna, meðan þetta eru 10% í hinu sveitarfélögunum, nálægt 10%, nema í Garðabæ þessum þetta eru 14%. Og þetta er náttúrulega það sem við erum búin að ræða mjög oft þetta höfuðborgarsyndrom sem Akureyri stendur frammi fyrir að þurfa að veita alla þessa þjónustu sem hins sveitarfélögin geta sameinast. Þannig að við erum að gera að þessu leyti þegar við förum í þennan samanburð mjög vel. Og ég ætla bara að taka sem dæmi að milli árana 2014 og 15 þá hækkaði framlögin per íbúa 4% í Reykjavík, 11% í Garðabæ og 11% hjá okkur og annars staðar kringu 5-6-7% á milli ára. Hjá okkur er þetta hækkun upp á heilar 200 milljónir á milli ára, þessar á 2 ára. Þannig að við erum að gera vel og erum enn að bæta í og það er bara hið besta mál á meðan við erum að stöndum vel að þessu. En við verum líka átt okkur að því að stærstu hlutin af þessum fjármunum, hann liggur í steypu. Hann liggur í aðstöðu. Og það er akkurat það sem bæjarfulltrúi Eva Hrund og Guðmundur Baldvin komið hér inn á það. Bæði tvö, þetta með nýtingun á þessum mannvirkjum. Við höfum kannski ekki tekið þessa umræðu nógu skýra. Af hverju erum við að fjölga mannvirkjum? Af hverju erum við að fjölga tækifærum fyrir þjálfun eða æfingar eða hreyfingu eða hvað sem er? Og það er nákvæmlega þetta sem hefur svo bara gerst að það er bara mikill metnaður hjá íþróttafélögunum að standa sig vel. Það er mikill metnaður að fjölga æfingum, það er metnaður að auka árangur og þarfandi götum og þá bara gera með það. Og IBA hefur náttúrulega séð að deila út þessum tímum.
Og það bara mörguleiti vel, en það eigum við fullt af afreksfólki, en við verðum kannski líka að hugsa eitthvað fleira, eins og til dæmis bara almenna hreyfingu. Og ég tók eftir því að í skýrslu sem var tekið saman í tengslu við starfsáætlun, og þá minnir mig að það séu einhverjir útleigðir tímar, séu einhverjir 64 viku, sem bara lítið brot af öllum þeim tímum sem verið að deila út í öllum húsum. Og kannski þetta bara eðlilegt, en þetta kannski eitthvað sem við þurfum og höfum ekki tekið umræðu bara heilt yfir með íþróttahreyfingunni hér inni með íbúum. Og nú ég ekki að lasta íþróttafélögin. Og við erum líka í þeirri stöðu eins og núna að Kraftlyftingafélagi til dæmis eru fréttir af því að það sé standi frammi fyrir því að missa sína aðstöðu þar sem þeir eru, en það líka spurningin af hverju þeir þá komnir í þá stöðu sem þeir eru komnir í. Og maður getur líka veltið fyrir sig þó að þetta sé dýrt, húsnæði innan gæsalappa. Þetta að kosta okkur mikið meira heldur en það sem við erum að leggja per haus í til dæmis mannvirkjum okkar sjálfra. Ég reyndar ekki séð útreikning á því, það verður bara gaman að fá það upp því að þarna eitthvað verkefni sem við þurfum að leysa. Ég ætlaði svo aðeins að nefna forvarnir, og við tölum oft það að íþróttir sé eitt besta forvarnastarfið, og það á við upp að ákveðnu marki, það alveg rétt, það eins og bent á það ekkert allir íþróttum. Við rekum þess vegna líka félagsmiðstöðvar, við rekum ungmennahúsið, og ég velti fyrir mér, að því að ég kom þarna þegar við vorum á þessum fundi með ungmennaráðanum daginn, að það var heilmikið að gerast í ungmennahúsinu, og þarna voru ungi krakkar og eldri krakkar. Og maður veltir í fyrir sig við vorum örugglega að setja þetta upp til þess að ná til ákveðina hópa og skapa fjölbreytni í störfum fyrir og afþreyingu fyrir ungt fólk. Erum við að ná til allra? Vitum við það? Vegna þess að í rannsókn sem var gerð, á aðsókn til dæmis í þetta ungmennastarfi eða félagsmiðstöðurnar fyrir nokkrum árum síðan, þá kom í ljós að þeir sem voru helst að stunda félagsmiðstöðurnar, þá voru kannski ekki þeir sem voru ekki að stunda íþróttirnar, voru ekki í tónlistarskólanum og voru ekki hinum að þessum afþreyingarúrræðunum sem maður kannski hefði haldið að kannski kæmu þarna inn. Heldur voru þetta kannski meira og minna akkurat þeir sem stóðu félagslega vel. Og maður veltir því líka fyrir sér með þá sem einangrast til dæmis frá skóla vegna eineldis eða annarra slíkra félagsfælni vandamála. Erum við að vinna markvisst í því að draga þá inn í félagsmiðstöðvarnar til þess að vinna með þeim, eða vitum við bara hreinlega ekki hvaða unglingar þetta eru sem að sækja inn til okkar. Og ef við vitum það ekki, þá finnst mér mjög fróðlegt, og ég held að þeim peningu væri vel varið að við gerðum könnuna, við rannsökuðum það hvaða hóp við erum með þarna inni og hvort það sé einhver hópur sem bara hreint og beint og heilt yfir afskiptur í bænum. Og sennilega þá sá hópur sem mestri hættu við að lenda út af sporinu. Það eitthvað sem ég held ættum að leggja ríka áherslu á að skoða. Og það var eitt sem stakk mig í sambandi við tölu upplýsingarnar í starfsáætlunum með greinargerðinni í fjárhagsáætlun, samfélags- og mannréttindadeild og íþróttadeildin líka. Þar kom fram að heimsóknum í ungmennahúsið hefur fækkað á milli áranna 2014 eða 15 og 16 sennilega, frekar en 14 og 15, ég sé þetta ekki að þetta ekki lit hérna hjá mér, og það það sama sem upp á teningnum í félagsmiðstöðvarnar. Og þetta eru í félagsmiðstöðvarnum eitthvað 1000, þetta eru 1000, þetta eru 1500 færri heimsóknir, 21.800 annað ári og 19.300 hitt ári. Þetta eitthvað sem ég finnst alveg
sko þess virði að skoða hvað veldur. Því mér finnst kannski ekki endilega eðlilegt að við séum að sá fækkun á heimsóknum, ekki nema þá að nemendum í unglingadeildum hafi fækkað þarna milli ára líka. Þannig að þetta er eitthvað sem að veri bara fróðlegt að sjá. Og þegar að því að það er hérna inni líka rætt það og það er sett upp að við erum að fjölga forvarnarfulltrúa þannig, þetta eru 270%, þá rættum við það að það væri mjög mikilvægt að skilgreina mjög vel í hvað þessi starfskraftar færu, til hvers þeir yrðu nýttir. Ég svona hef ekki alveg skýra myndaði og þætti fróðlegt að sjá nánari útlistun á því hvernig ætlunin er að nýta þessa starfskrafta, því að það er kannski stærsta máli, það er hvernig þeir koma til með að vinna, við hvað og hvernig þeir bara virka inn í heildarmyndinni. Það hefur ekkert upp á sig að fjölga starfsfólki eða liggur ekki skýrt fyrir til hvers. Og lokum langaði mig aðeins til þess að fagna því bara hér og nú að við skulum hafa stigið það gæfuspor að samþykkja að fara í þessa vinnu með vinum Akureyrar og koma upp þessari skíðalyftu í Hlíðarfjalli. Það er aðeins borið á því að það gæti ákveðins misskilningsvarðandi þetta, sumir halda þarna sem einhvers konar einkavæðingu að ræða. Það er bara alls ekki þannig. Heldur eru vinir Akureyrar fyrst og fremst að leggja fram fjármuni í samstarfi við bæinn það að koma þessari lyftu upp. En það er kannski hitt sem að þarf að skýra betur og það eru þessar hugmyndir með útvistunin Hlíðarfjalli. Ég grunum að hér víða í bænum að þá sé vanti svona dálítið mikið inn í upplýsingar það til íbúa. Það verður kannski ráð fyrir meirihlutann eða einhvern að leggja í smá greinaskrif og útskýra hvað ætlunin er að gera og hvernig menn er að hugsa þetta bara svona til þess að slá á kannski hugmyndir sem er ekki á réttu róli. Og lokum, heilsueflandi samfélag var eitthvað sem við skrifuðum undir hérna samstarfi við landlækni. Það verður gaman að heyra en sagði sko mér finnst ég ekki verða mikið var við þetta verkefni en ég vildi verða miklu meira var við það. En það fitna ég bara eins og púkinn og fjósbitar. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir hérna þakka bæjarfulltrúa Silju Dögg fyrir ágætis yfirferð á þessum tveimur málaflokkum og það er mikil ánægja að heyra það einmitt að búið er að sameina samfélags- og mannréttindaráð og íþróttaráð í frístundaráð og ég hérna sem fyrrum formaður íþróttaráðs gat ekki setja á mér að koma hérna upp undir þessar umræðu en bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á það hérna áðan að það voru margir sem höfðu áhyggjur af því að sameina þessa tvo málaflokka vegna þess að fólk var hrætt það að samfélagsmálin myndu í rauninni drukkna í allri íþróttaumræðunni. En ég vil taka það hérna skipt fram að ég heyri þetta líka í hina áttina. Að það voru margir íþróttahreyfingunni sem voru hræddir að samfélagsmálin myndu drekkja algjörlega íþróttaumræðunni. Þannig að þetta virðist vera á báða bóga. Ég vil fagna því að farið verður núna vonandi á vordögum í stefnumótunarvinnu með íþróttahreyfingunni og það mun margt skýrast varðandi okkar sýn í íþróttamálum þegar þeirri vinnu er lokið því að þar mun öll íþróttarhreyfingin koma að og áhugasamir aðilar og varðandi hlutverk IBA þarna það búið að svolítið vanga veltur það hvert hlutverk IBA sé og hvort þau eigi að vera fleiri eða færri og á hvað hendi hvað verkefni eiga að vera. Þannig að ég ætla að bind mikla vonir við þessa vinnu og hlakka til að sjá niðurstöður og jafnvel meðal annars líka taka þátt í henni. Varðandi frístundastyrkinn, þá mjög mikil ánægja að sjá þetta. Við náðum þessu í gegn að hækka frístundaásuna í 20.000 en á kjörtímabilinu þá höfum við fært aldur nú 6-13 ára í 6-17 ára og hækkað frístundaásuna úr 10.000 í 20.000 sem er bara ansi stór skref þó ég segi sjálf frá og stefnan er líkt og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi kom inn á hér áðan er að fara í 25.000 undan næsta ári.
Það er fleira sem við erum líka að gera fyrir fjölskyldu fólk og börn hérna og unglinga í bænum okkar. En við vinnu að nýju leiðarkerfi þá var meðal annars leita til íþróttafélagana varðandi umsagnir hvaða stöðvar við vildum helst hafa og hvar það ætti að vera og varðandi tímasetningar og annað og fengum ágætis ábendingar frá íþróttafélögum og öðrum sem að sjá tómstundir fyrir börnin okkar. Og það er okkar von að þetta sé til þess að bæta þjónustu við íbúana. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir kom inn á það hérna áðan að við varum að eyða meiri þennan málaflokk en önnur sveitarfélög. Jú, það er mikið rétt en við verðum samt að fara svolítið varlega líka í þessar umræðu því að við erum eitt af fáum sveitarfélögum sem er að reka skíðasvæði. Við erum með Hlíðarfjall hérna hjá okkur og það er mikill kostnaður sem felst í því. Við erum með skautasvell og mörg af þessum sveitarfélögum eru ekki að reka slík mannvirki. Þannig að við verðum að fara að velja það, við verðum að bera saman epli og epli, minnst það mjög mikilvægt. En það gleymist svolítið, það er alltaf verið að tala um að fara svo mikið í íþróttamálu en kostnaður sé svo mikill vegna íþróttamannvirkja. Það má ekki gleyma því að þetta er líka skólamannvirki. Það fer fram íþróttakennsla þarna og sundkennsla helming dagsins, þannig 50% af útdeilingu tímana er til skóladeildarinnar. Þannig að við megum ekki gleyma því heldur. Varðandi stefnu í fjöldi íþróttafélaga, hvort að stærri taki við þeim vinni, þá hef ég nú talað um að hérna í pontu að það er vilji hjá stóru íþróttafélagum að taka við þeim minni, en einhver hluta vegna hafa minni íþróttafélagin áhyggjur af þessu. Þetta er svona svipað með sveitafélagin hérna í kring, við erum pingur hrætt við stóra bróður. En það er allavega vissulega vilji til þess að vinna saman og ég hef fundið það á íþróttahreyfingunni allri að það er allir tilbúin til þess. Þannig að við verðum svona svolítið kannski að sjá hvað tíminn leiðir í ljós en við neyðum engan í samvinnu, það er alveg augljóst. Tímafjöldi til almennings, það kom líka hérna áfram hvort að við værum að útdeila of miklum tíma til barna og unglinga og fara lítið til almennings. Það er útgefið að við viljum reyna að stefna því að 3% útlegra tíma fari til almennings og allavega í fyrra var það nokkuð nærri lagi. En það má heldur ekki gleyma því að hlutverk okkar er vissulega að standa við barna- og unglingastarf og þó svo við séum auðvitað heilsueflandi samfélag og viljum hjálpa öllum til þess að fá möguleika til að hreyfa sig. En þá er fjöldi tækifæra í boði og Akureyri og Iði sem er framtak bæjarins og fyrirtækja og einstaklinga sem fer fram alltaf í maímánuði er meðal annars leið til þess að sýna almenningi hvað er í boði. Og það er svo ótrúlega margt að ég bara hvet almenning til þess að taka þátt í þessu og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason líka. En við erum þetta líka með sundlaugarnar okkar og við erum með Hlíðarfjall eins og áður sagði og við erum með skautasvell og við erum með bogan og við erum með fjöldanallan íþróttamannvirkjum sem að almenningur getur líka leigt aðstöð í. Fyrir utan það að það er líka einkafyrirtæki sem er með líkamsræktarstöðvar sem er í boði þannig að ég held að það sé ekki vöntun á tækifærum til hreyfingar. Varðandi nýtingun á Laugagötu þá er það visslega þannig að annar salurinn fer undir júdó og er bara nýttur ansi vel. Þeir eru líka alveg velvillega fyrir því að deila salnum með öðrum og hafa sýnt það. Hinn salurinn hefur verið til útleigu til almennings meðal annars og barnaafmæli og fleira og forstöðumaður Sundlaugar Akureyrar hefur séð útdeilingu á þeim tímum. Mér langar svona aðeins rétt að koma inn á framkvæmdirnar sem að farið hefur verið í málaflokknum. En við erum nýbúin að skipta nýja plötu í skautahöllinni, auk þess sem við fórum í það að laga búningsaðstöðuna. Og það er nýbúið að HM íshokkí kvenna hefur nýlokið hérna og gekk bara rosalega vel. Og gaman að geta boðið upp á aðstöðar sem við getum boðið svona stórt mót hingað velkomið í bæinn. Við skiptum gervigras á bogunum og stóð sú framkvæmd áætlun. Með þessu töluvert undir áætlun og er áætlun líka að skipta út gervigrasi á sparkvöllum bæjarins á þessu ári og næsta. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á gólfvöllin áðan sem er bara frábær framkvæmd, mikil upplyfting fyrir bæjarfélag okkar. Varðandi Hlíðarfjall, þá fagna ég því líkt hér og aðrir að við séum að fara í framkvæmdir og séum að kaupa nýja lyftu og vil líkt og aðrir líka einnig hérna taka undir og þakkir til vina Hlíðarfjalls. Mikil elja í gangi hjá þeim og bara sýnt á sanna að þeim var stefnir að einhverju þá yfirleitt nærmar árangri, þannig að þetta er bara frábært framtak hjá þeim og ég hlakka til samvinnunar. En mér langar samt þessu tengt svolítið að koma inn á vetraríþróttamiðstöð Íslands.
hún er stödd hérna, við höfum verið með samning við ríki varðandi, við höfum rekstrarsamning varðandi VFMI, við höfum líka verið með uppbyggingarsamning. Rekstrarsamningun hefur svona gengið þrátt fyrir að hann hafi ekki verið endurnýjaður, þá hefur verið vilji fyrir því að halda þessu gangandi. Uppbyggingarsamningnum hins vegar vorum við lokið, hún lauk 2009 og við höfum sýnt mikið vilja til þess að ganga aftur til samninga við ríkið varðandi uppbyggingu hérna á vetraríþróttum. Við höfum sendt ítrekað erindi til ráðuneytisins en því miður ekki haft árangur sem erfiði. En við erum búin að leggja í fjármögnun á lyftu 2011 og við höfum lagt í fjármögnun varðandi skautasvellið á síðasta ári og við erum að fara núna í hugsanlega kaup á nýrri lyftu, þannig að ég held að sé algjört tilefni til þess að þrýsta enn frekar á ríkið varðandi það að fá uppbyggingarsamning við þá. En ég vil fagna því sem var ákveðið á síðasta fundi frístundaráðs, að það var börnum og unglingum var boðið í sund og á skíði í vetrarfríinu og við byrjum þetta, við höfum allavega gert þetta áður og ég vona að þetta sé komið til að vera. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þá er það Silja Dögg, bæjarfulltrúi sem hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svona að reyna að þakka góðar umræður, margt áhugavert og sem komið hefur fram og skemmtilegar umræður. En ég ætla að svara reyna að svara þeim spurningum sem komu og vona ég nái að svara þeim öllum. En bæjarfulltrúi Eva spurði varðandi ungmennaráð hvernig það væri kynnt og hvernig við myndum, hvernig valið væri í ráðið það er í rauninni, það var þannig að það var upphaflega reynt að kjósa en það gekk víst mjög illa. Það var bara það var ekki vænlegt til vinnings og það endaði í rauninni þannig að það fór í rauninni að handpikka fólk í ráðið sem er ekki í rauninni framtíðin en þannig var staðan orðið. Og við erum núna að vinna að samþykkt, það sem verður rauninni tekið líka aðeins á þessum málum og reynda að gera ráðið enn meira spennandi. Og ég á fund til dæmis bóka með ungmennaráði næsta þriðjudag. En ég ætla að lesa hérna upp aðeins úr í rauninni tilnefningu og skipan í ungmennaráð eins og er í samþykktum eins og staðan er núna. En það er fulltrúar í ungmennaráði geta orðið þeir einstaklingar sem eiga lögheimili á Akureyri og eru á aldrinum 14 til 20 ára. Í ungmennaráði skuli sitja 11 nefndarmenn, að minnstakosti 4 kjörnir nefndarmenn af grunnskólastigi og 4 af framhaldsskólastigi. Þetta er svo rosalega lítið að vera afsaka mig. Efnt er til kosninga að vori fyrir nefndarmenn á framhaldsskólastigi í samráði við skólafélögin en að hausti af grunnskólastigi. Ef laus sæti er í ungmennaráði eftir kosningar geta skólar, félagsmiðstöðvar og ungmenn Akureyri tilnefnt fulltrúa í ráðið. Nefndarmenn sitja í ungmennaráði í 1 vetur í senn og er þó aftur efnt til kosninga en sitjandi nefndarmönnum gefst kostur að bjóða sig fram aftur. Þetta er svona í samþykktum en það hefur ekki náð nóga mikil venja í því að hafa kosningu og að sé kosið í ráði. En það er vonandi höldum bara áfram að vinna því og það er framtíðin. Svo varðandi kynjuðu fjárhagsáætlanagerð, bæjarfulltrúi Eva spurði hvar það stæði. Það er bara í vinnslu eins og maður segir. Það er mér finnst þetta náttúrulega gerast allt og hægt fyrir minn smekk. Ég myndi vilja sjá okkur vera komin lengra en við erum og mér finnst það mjög miður. Þetta hefur verið svona svolítið hjartansmál hjá mér að reyna að ná þessu gegn og er náttúrulega eins og ég kom inn á áðan í samþykktum meirihlutans eða samningi. Stjórnskipulagsbreytingin, hún tafði þetta ferli, finnst mér, en við erum svo sem að byggja betri undirbúa jarðveg fyrir betri jarðveg. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi talaði
að fjárhagsáætlanagerð væri ekkert annað en ákvörðun. Við erum alltaf búin að taka þessa ákvörðun og það er búið að samþykkja hana. En þetta er bara miklu flóknari og bara krefst mikilvæg gagnasafna og bara tekur tíma, því miður. Ég var alveg til í þetta væri bara komið í gang og við þyrftum ekki að þurfa að vera að tala sama hlutin aftur, ár eftir ár, sem eins og þetta er búið að vera. Og til dæmis eins og Reykjavíkurborg, þeir byrja að innleiða þetta og tóku ákvörðun þetta langt undan okkur og þeir eru komnir allt og stutt þó að þeir séu búin að vera með verkefnastjóra í þessu og í rauninni gera mun meira heldur en við höfum gert þó að við höfum ákveðið svo að fara aðra leiðir eins og til dæmis með þróunarleiðtogunum. Og ég hef fulla trú á þeirri vinnu og ég ætlaði mitt að taka það upp á næsta fundi frístundaráðs að ítreka og minna fólk á að tilnefna í nefndir og bara alls þar innan bæjarkerfisins fulltrúa fyrir þróunarleiðtoga. Varðandi forvarnir og bæjarfulltrúi Gunnar Gísla kom inn á það að út af við ákveðum að setja meiri pening í forvarnafulltrúar og hann kom með spurningu hvort við værum ekki að ná til allara. Með auknu fjármagni sem við settum í þá erum við heldur betur að bæta í og í rauninni ná til þess að krakka sem eru einangruð og sýna áhættu hegðun. Og ég ætla að lesa bara upp bréf sem að ég eða plagg sem ég lét fylgja þegar þetta var tekið fyrir í bæjarráði í nóvember 2016 þar sem að bæjarfulltrúi Gunnar var meðal annars staddur. Það er forvarnafulltrúana. Með þessum stöðugildum erum við bæði að auka þjónustu við börn í vanda og leið að skapa svigrúm til að vinna betur að forvörnum. Áhersla er lögð á að bæta þjónustu við 16 til 18 ára hóp barna sem þurfa á þjónustu að halda og taka skref í áttina samfelldri þjónustu við börn. Auka aðhald og eftirlit með aðgerðaáætlun velferðarstefnu og geta boðið fleiri börnum upp á klúbbastarf sem hefur forvarnagildi á miðstigi. Eins og staðan er núna komast starfsmenn ekki, eða eins og staðan var þá, komust starfsmenn ekki yfir þennan hóp, það er 16 til 18 ára hópurinn, og hann fékk þá mjög takmarkað þjónustu. Ætlunin er að draga úr brottfalli í þeim aldurshópi sem og ná til þeirra ungmenna sem eru óvirk. Markmiðið er að koma þessum hópi í virkni sem sparar okkur pening síðan meir í kerfinu. Með yngri hópinn á að fækka þeim börnum sem einangrast eða lendi í alvarlegum útistöðum vegna áhættuhegðunar eða lélegri félagsfærni. Verksvið er meðal annars að vera í samskiptum við aðra stofnanir í bæjarins vegna barna sem þurfa stuðning að halda, vera stuðningsúrræði fyrir foreldra sem eru í erfiðleikum með börn sín og bjóða þjónustu, námskeið, hópstarf, ráðgjöf fyrir börn og ungmenni. Einnig að ná betra flæði í starfinu sem unnið er með ungmenni í heild sinni, eins og ég kom inn á hérna áðan. Þannig að þetta er í rauninni það sem þessir forvarnafulltrúar eiga að sinna betur. Þeir eru með því að setja fjármagn í þetta, þá erum við að ná til þeirra hóp sem hefur annars einangrast og er útundan svolítið í kerfinu. Þannig að ég held að við getum bara fagna þessu. Ég er allavega mjög stolt af þessu verkefni og mér finnst mjög brýnt að við tökum á þessum hópi sem er 16 til 18 ára sem hefur svolítið týnst og þau eru, þó þessi komin í framhaldsskóla, þá eru þau ennþá börn, þannig að við þurfum að leggja áherslu á þau. Já, ég held að það sé ekki meira sem að ég ætlaði að segja í bili, en já, ég þakka annars bara góðar umræður. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Sólubjörg Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja að þakka
Silju fyrir kynninguna og á starfseminni í þessu nýja ráði og og þessar ágætu viðbragðir. Ég ætla nú bara að segja sko, svo það sem nú að hreina, ég svona ekki alveg þannig, ég kannski ekki alveg hlutlaus af því að ég hef sjálf starfað í ungmennahúsinu í Rósenborg, þannig ég þekki svona ágætlega það sem að fer fram þar og en það er enda dálítið langt síðan og það var árið 2008 og 2009 og ég hef ekki mikið komið þarna kvöldlagi síðan ég hætti að starfa þarna. Þangað til einmitt þessi umræddi fundur sem við áttum þarna daginn með ungmennaráði og þetta er bara stórkostleg breyting sem er orðin frá því sem var þarna þegar ég starfaði þarna. Það er búið að gera greinilega virkilega góða hluti í uppbyggingunni á starfinu í þessu húsi. Af því að ég get alveg sagt að ég hafði nú svona smá áhyggjur af því þegar ég var að vinna þarna hvað það var óbúðslega rólegt og en það var fyrir hrun, eða svona, já. Og mér skilst það svona að hafi bara farið á stað mikil uppbygging í raun og veru svona upp úr 2009 og sem held ég ákvörðin sem að, eins og við náttúrulega ræddum áðan, að við og náttúrulega, þó að við séum ekkert tekin sérstaklega út í þessum ESPAT-rannsóknum sem við vorum að vísa til, að þá gengur okkur allavega í heild í Íslandi mjög vel í forvarnastarfi og þannig að ég þetta starf þarna upp í Rósenborg held ég að sé bara virkilega gott og ég var ofsalega ánægð með og ég meina þið þekki það, ég hef náttúrulega talað fyrir þessari aukningu í forvarnafulltrúunum og ég var mikið glöð þegar að þrátt fyrir að það var nú ekki sett fjárveiting í það held ég að Silja hafi þurft að finna fjármagni innan málaflokksins ef ég man rétt. En það getur nú vel verið mismunni hjá mér en það var allavega einhvern tíðan rétt á þeim forsendum en það gekk nú líka bara hálf illa og nú bara getið satt pínuströggl að ná inn fjármagni fyrir þessu og það er einmitt pínu og það er svona, þú veist, að þeim finnst stundum ekki alveg vera og örugglega er ég ekkert endilega skári og gerir þetta örugglega einhvern tíðan sjálf en stundum er maður að tala í pontu eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði og hefur ágjörð því að sé ekki vera að ná til allra og á sama tíma eða kannski ekki jafnvel á sama tíma en er einhvern veginn að gagnrýna fjárveitinguna og og við þarna bara held ég að sé bara einhver misskilningur eða vanþekking á ferðinni. En mér langar að segja, mér finnst óbúðslega gott að heyra svo mikla áherslu á lýðheilsu vegna þess að það var nú eitthvað sem ég hef reynt að taka umræðu þegar við höfum verið að ræða stefnu íþróttaráðs og það hefur bara ekki gengið neitt rosalega vel þannig ég held að því leyti ég held að þetta hafi verið bara mjög gott hjá okkur að sameina þetta íþróttaráð og samfélagsmannráð sem var og í þetta frístundaráð því að auðvitað þarf bara jafnvægi í þessu og þarf að horfa á þetta út frá miklu breiðara sjónarhorni einmitt og eins og náttúrulega bent á íþróttamannvirkin eru bæði skólamannvirki og frístunda eða íþróttamannvirki og íþróttir eru náttúrulega miklu meira heldur en bara frístund og forvarnir, þetta eru auðvitað bara keppnis líka og afreksmennska og alls konar, þetta er bara flókin veruleiki og í því tilfelli og nú er eins og ég sé að leggja bæjarfulltrúa Gunnar Gíslason í einelti, ég biðst bara afsökunar að ég verið að hnýta svona í þig, mér þykir mjög vænt um þig og ég er mjög oft sammála þér eins og kom fram á fundi í morgun. En íþróttar séu eitt besta forvarnastarfi, þetta er bara mýta sem er ekki rétt. Þetta er bara ekki rétt. Það er bara þannig að skipulagt starf er besta forvarnastarfi. Það skiptir engu máli hvort það eru íþróttir eða eitthvað annað. Ég vil bara leiðrétta þetta. Ég tek auðvitað undir með þetta með að ungmennaráð eigi fulltrúa í nefndum, áheyrnarfulltrúa og ég hef svo sem talað fyrir því að þau eigi bara fulltrúa í öllu nefndum að því að og tek alveg hjartanlega undir að það eigi öldungaráði bara líka að hafa. Það er nefnilega líka það er nú kannski einmitt eins og Silja var að lýsa bara pínu erfitt að fá ungmenni inn í ungmennaráð því að þau eru bara busy, það er bara upptekinn og það er bara en öldungarnar okkar held ég að sé svona vannýttur kraftur því það er oft fólk sem hefur rosa góðan tíma og
Þannig ég held ekkert að það sé eitthvað sko málum sem þeim viðkoma eða eitthvað þannig. Það er bara þeim viðkoma öll mál eins og okkur hinum og þess vegna finnst mér, ég get samt alveg skilið að það er byrjað á því að setja fulltrúa inn í einhver 1 eða 2 ráð, ég meina það er alltaf allan að byrjun, en svona almennt þá er þetta bara á þetta bara verið í öllum ráðum. Hvað ætla ég að segja meira? Já, kynju fjárhagsáætlanir gerði bara, vil endilega brýna ykkur kæri meirihluti til þess að standa ykkur vel í því. Við höfum stundum talað að það sé bæjarfulltrúar hafi lítinn tíma til að gera hlutina. Eins veit ég að starfsfólk eins og upp í Rósenborg, það er líka bara, sko, það er að gera rosalega mikið og margt og er að mínum að til óþarflega fáliðað og ég svona velti fyrir mér hvaða manneski er það sem á að vera að sjá til þess, vera að pressa á kynja fjárhagsáætlanir. Þetta er risastórt verkefni, það þarf alltaf að vera pressa. Við til dæmis finnum það, ég hef svona verið eitthvað að reyna, og við í Vinstri grænum svolítið, við höfum verið að reyna að brýna nefndarformin í því að láta gögn fylgja fundagerðum og það er bara endalaust að vera að tala þetta. Og ég held að sé svolítið svipað með kynju fjárhagsáætlanir, það er bara endalaust að vera því þetta er bara ekki komið inn í systemi hjá okkur, við bara munum ekki eftir þessu og svo er bara haldin einhver námskeið, einhver verkefni og svo gleymist það og svo allt inn í liðin 2 ár. Þetta er ekkit óeðlilegt en ég myndi vilja brýna hana meirihluta til þess að finna einhverja mannesku sem að sér að fylgja þessu verkefni bara dálítið skart eftir. Já, svo ætla ég að taka undir bara þessar hugmyndir að IBA sjái svona, hafa einhvern veginn, sko, ég held að við getum alveg skipulagt þetta einmitt þannig að auðvitað er þetta ekki pólitísk mál, hvernig er einhvern veginn, eða á ekki að vera, hvernig er og er alveg örugglega ekki, hvernig er tímum skipti í íþróttahúsum og svona. Þetta finnst mér bara ekkert eitthvað sem að bæjarkerfið á að vera að vasast í. Við bara borgum við setjum eitthvað fjármagn, við byggjum einhver hús og svo styrkjum við einhver félag og svo finnst mér að hreyfingin eigi svolítið sjálf að sjá kannski svona smáatriðin í því. Þannig ég tek fullkomlega undir það. Ég held sér ekki með meira. Takk. Bæjarfulltrúi Sóla Björk hefur lokið máli sínu. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur beðið málið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, langar aðeins að taka til máls undir umræðinu ungmennaráðin. Bæði vegna þess að ég hef nokkra þekkingu og reynslu að starfa með ungmennaráðinu frá mínu fyrra lífi hér hjá bænum. En ekki síður vegna þess að ég fekk óvænt bara upplýsingar í síðustu viku þegar við vorum að funda einmitt með Reykjavíkurborg. Það var bara vegna þess að dagskrá borgarstjórnarfundar unga fólksins hékk einmitt fyrir utan borgarstjórnarsalinn. Þið hefur kannski tekið eftir því sem voru þarna. Þannig að fundurinn hann var haldinn í síðustu viku og fer þannig fram að í ungmennaráði borgarinnar eru 7 fulltrúar. Þeir koma frá ungmennaráðum úr hverfum borgarinnar sem er þá líklega 7. Þannig að þetta er eitthvað sem við getum auðvitað skoðað hjá okkur hvort það getur gengið upp. Og þessir einstaklingar koma á fund borgarstjórnar unga fólksins og bera fram sérstök mál sem eru rædd þar. Á þessu fundi sita þá borgarfulltrúar líka. Það eru málin rædd og síðan eru þessi mál tekin til afgreiðslu. Þannig að við þurfum auðvitað að fá þróa svona hluti hjá okkur líka og ég held að þetta sé svona til eftirbreytni. Það er að segja að eins og kom fram á fundi mitt með ungmennaráðunum daginn að þau fái líka að finna það í rauninni, við getum kallað á eigin skinni, hvernig er að sitja hér og taka umræðina mál og fylgja þeim eftir og svo að sjálfsögðu að samþykkja eða synja. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það og kom hérna með mjög góða spurningu það hvort við náum til allra og þá í tengslum við unga fólki og samstarfi við þau. Nei, við náum því miður ekki til allra og það hefur verið leitað ýmissa leiða til þess að ná til þeirra sem að ekki sýna gríðarlega miklu framboði áhuga
og þetta verður alltaf flókið og viðkvæmt viðfangsefni, en við höfum aldrei að gefast upp. Við höfum alltaf að reyna að auka fjölbreytnina, reyna einmitt að höfða til þeirra sem finna sig ekki í almennu tómstundastarfi og einmitt að vera með að bjóða upp á starf sem er ekki þetta dæmigerða íþróttastarf. Og við eigum í mjög góðu samstarfi við skólana, bæði grunn- og framhaldsskólana, og það er eitthvað sem við mættum efla jafnvel enn frekar og ég sé fyrir mér að einmitt með öflugum starfsmunum, svo ég vitnum aðalega til framhaldsskólana í þessu tilviki, til dæmis eins og sálfræðingum sem kemur þá hugsanlega inn í framhaldsskólana, að með samstarfið þá gætum við einmitt aukið þjónustuna við þá einstaklinga sem einfallega ekki að nýta sér það framboð sem í boði hjá sveitarfélaginu. Og svo megum við ekki gleyma því að þetta þarf ekki endilega að vera í boði hjá sveitarfélaginu, bara að sé í rauninni eitthvað uppbyggjandi starf í boði í sveitarfélaginu. Það getur að sjálfsögður og vegum annara aðila heldur en sveitarfélagsins. Og að lokum frá mér aðeins varðandi aðsóknina, af því að það var vitnað hér í tölur að aðsóknin dregist saman. Það er einfaldlega þannig að ef við erum ekki á tánum varðandi frambóðið og varðandi það hvað í boði, að þá gengur einmitt aðsóknin í bylgjum. Og ég þekki það frá því að ég var sjálfur starfandi í félagsmiðstöðvarstarfinu, að þetta eins og með okkur líka fullorðna fólki, það þarf stanslaust að vera að finna upp á nýjum hugmyndum og vera með eitthvað nýtt í boði, þannig að unga fólki finni það hjá sér að vilja nýta sér það sem við erum að bjóða upp á. Og svo erum við alltaf að keppa við aukna afþreyingu, og þannig að þýlitinu til þurfum við að sjálfsögðu að vera alltaf tilbúin með svona, við getum kallað það nýjasta, ef þetta er orðað þannig. Og svo er það svo merkilegt að það er líka hægt að sækja í fortíðina aðeins og leita upp í gamla hluti, því að þegar maður er að vinna með ungu fólki, unglingum, það hafa þeir nefnilega lúmskamar að því að fara aftur í þetta gamla, ekki alltaf vera í þessum nýja eða í tölvunum. Og svo kom ég að við bæjarfulltrúa Gunnar að varandi púkan á fjósbyttunum, að hann fitnaði af blótsýrðum, bara svo að því sé haldið til haga. Takk fyrir. Eiríkur Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti og getur bæjarfulltrúa, manni fer að líða eins og í gamla daga þegar maður lendi því að verða sá sem var strítt. Ég ætlaði bara aðeins að leiðrétta ákveðna hluti. Í fyrsta lagi þá kannast ég vel við þessa lýsingu bæjarfulltrúi Silja Dögg. Það sem ég er að segja er að mér fannst þessi lýsingin ekki nógu greinagóð. Ég sagði þá á bæjarráðsfundinum forðan dag. Ég tel að þurfa að skilgreina þetta miklu mun betur, og ég held að þetta sé akkurat það sem var við að ræða áðan, þegar ég er að tala að það sé ákvörðun að fara í kynjaða fjárhagsáætlun eins og margt annað. Ákvörðun byggist á því að tekur ákvörðun, gera aðgerðaráætlun, setur við markmið, þú setur við áfanga, þú setur við viðmið og þú fer síðan í vinnana. Og þessi vinna er ekkert unnin á 1 viku, 2 viku, það gerir mig fulla grein fyrir. En það gerist ekkert ef við höldum ekki kúrs eða stefnu og bara stefnum ákveðið á það sem við ætlum og endurtökum stöðugt það sem við erum að vinna að. Og þar að leiðandi náttúrulega þurfum við að hafa gögn. Og gögnin eru grundvallaratriði akkurat í kynjaðri fjárhagsáætlun. Gögn eiga líka að vera grundvallaratriði þegar við erum að taka ákvarðanir aukna þjónustu. Þá eigum við að vera með mjög ítarleg gögn sem við byggjum ákvarðanir okkar á. Við höfum stundum fengið inn, ég man eftir því þegar ég var fræðstjóri að fengum við stundum inn svona yfirlýsingar eins og það nú að stóraukast vímuefnaneysla og reykingar og maríjúana og hitt og þetta, og býtum við hver segir það? Jú, krakkarnir segja það.
Svo fyrir við að skoða gögn þar sem verið að skoða akkurat þessa hluti og það ekkert sem bendir til að þetta sé rétt. Við þurfum aðeins að greina á hverju ætlum við að byggja ákvarðanir okkar. Eigum við að stökkva til og bara stinga okkur út í laugina. Við erum núna stöndum frammi fyrir því að þunglyndi hjá stúlkum hefur stóraukist. Við erum meðal annars umfjöllunarefni ekki satt á morgun á hádegisfyrirlestri Sontakvenna sem ég ætla að mæta á og hlusta vegna þess að ég held að þetta sé alveg pottþétt dálítið vandamál. Þetta er búið að vera vandamál lengi og menn hafa hort á þetta. Það er til forvarnarverkefni sem að vinnur gegn þessu. Við höfum hins vegar ekki borið gæfu til þess að taka upp þetta verkefni og bregðast við. Það því við höfum ekki verið tilbúin til að setja pening í það. Þetta kostar. Ég bara tek þetta svona sem dæmi og þetta eru atriði sem við þurfum að leggjast verulega vel yfir og skoða. Varðandi íþróttir og forvarnarstarfið, íþróttir eru heilt yfir forvörn bæjarfélagsins Sóley. Ég sagði hins vegar ekki það sem að þú sagðir, að ég hefði sagt. Ég sagði, sagt er að. Þú eru áttaði á samhengi orðana og hugtakana sem við setjum í því. Já, svona Ég þekki það alveg að íþróttir geta verið besta forvörn, en íþróttir ná ekki til allra. Það eru einn líður í forvarnastarfi, mjög breiðu starfi sem við þurfum að byggja á. Og svo lokum langar mig til að spyrja Ingibjörgu, bæjarfulltrúa Ingibjörgu. Við erum að fara í gúmmíkurlskipti á gervigrasvöllunum á þessu ári. Ég held að vera á þarnæsta ári, 9 milljónir á næsta ári og 15 á þarnæsta. Ég held að, en þetta er kannski misskilningur í mér. Ég ætla ekki að fara að tjá mig frekar púkan á fjósbitann. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Þá hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin beðið orðið. Forseti ágæti bæjarfulltrúi, þetta eru löng og góð umræða. En var þetta aðeins sem ég tók upp með öldungaráði og skoraði á bæjarfulltrúa að brýna okkur áfram og bæjarfulltrúi Gunnar talaði að formgera hlutina og það er alveg rétt að það þarf bara að formgera þetta betur og þannig að þá komi menn frekar að þessu. En við erum aðeins að skoða þá og það mun vera rætt í bæjaru á fimmtudaginn varðandi til að mynda þegar að menn að biðja breytingar, hugsanlega fjárhagslunin eða gera einhverja svona koma einhverja tillögur breytingar. Það þarf ekki endilega að vera vegna viðauka heldur bara breytingar innan málaflokks. Hvort að það þarf að vísu að gera viðauka að vera að færa eitthvað á milli liða en þá vorum við að velta fyrir okkur hvort við ættum að taka 2 umræður það í nefndum. Þannig að menn myndu kynna þetta, sviðsstjórar kæmu með kynningu inn í fyrstu kastið og það hefðu menn tíma til næsta fundar til þess að afla frekar gagna og meðal annars þá hugsanlega að kalla eftir áliti ungmennaráðs og öldungaráðs ef því að skipta. Segjum sem svo að það væri að gefum okkur það að frístundaráð ætlaði sér að koma með einhverja viðbót sem að þyrfti að gera, að þá kæmi sviðsstjóri Kristinn með þetta inn og við þurfum að bæta við einu forvarnarfulltrúa til að ná til þessar ungmenna sem við erum ekki að finna, tökum það bara sem dæmi. Þá myndi þetta bara vera kynnt sem hugmynd. Ráðið hefði síðan tíma til að skoða þetta á milli fundana og ræða þetta alltaf við þá sína fulltrúa í bæjaráði og svo framvegis. Þannig að þetta er kannski bara hugsanlega betri vinnubrögð. Þá getum við líka í rauninni kalla til í því skyni á þessum tímapunkti til þá aðilega sem við teljum að til að mynda ungmennar og öldungaráð til umsagnar. Þannig að þetta er svona eitt af þessu einu hugmynd sem er að koma í sambandi til að mynda við viðaukann og ég held að væri kannski gott að skoða það. Hér var rætt og ég held að það hefði bara bæjarfulltrúi Sóley sem talaði það að IBA væri sá aðilega sem ætti að skipta á milli sín
Þannig að tímunum í íþróttahúsunum, og það er alveg rétt, en það þarf líka þá að vera stefna frá okkur hvað við ætlum að gera, og það til að mynda sko, þegar við tökum einhverja ákvörðun að fjölga ekki tímum, til að mynda eins og í Naustaskóla, að þá finnum við bara pressuna sem kemur frá íþróttafélögum af því að það er komið í íþróttahús, þá ætlum við bara að fylla það með íþróttafélögum. Þannig að það er alveg sama, þó við getum byggt 5 eða 10 íþróttahús í bænum í viðbót, að þau myndu fyllast af iðkendum, eins og við verðum alltaf geta bætt í. Þannig að mér finnst það svona kannski eitthvað sem við verðum það verður að liggja fyrir hvað við ætlum að vera með marga tíma til úthlutunar, og við getum, og ég segi enn og aftur, við getum ekki bætt endalaust í það. En ég get ekki látið hjá líða á líkmáli mínu að leggjast í hópinn sem leggur Gunnar í Einelti bæjarfulltrúa varðandi þetta heilsueflandi samfélag, að hann hafi ekki orðið var við það, en ég get bent honum á það að hann þarf ekki og hann fitnar náttúrulega ekki eins og púkinn á fjólspítalunum, þess að Gunnar er nú orðvar maður og blótar ekki mikið, en hann hafði nú ýmislegt sem er í boði hérna í bæjarfélaginu, sem ég held sko varðandi þegar að vera að tala heilsueflandi samfélag, þá erum við bara með svo rosalega mikið, það þarf kannski ekki að vera mikil, menn að bæta það vinnubragð, en hins vegar erum við náttúrulega með þjónustu hérna og tækifæri fyrir fólk, sundi, boginn til útivistargöngu, ég sé á hverjum degi sé ég fyrir út úr eldhúsgluggaheimur fólk labba og hlaupa á íþróttavellinum á Þórssvæðinu, þar sem upputaðar brautir, boginn er fullur á hverju morgni af fullorðnu fólki sem kemur og labbar hring eftir hring, þannig að við erum með svo ýmis tækifæri sem við þurfum kannski, og það var eitt af því sem við ræddum á sínum tíma við öldungaráð og félag eldri borgara, að þau láti svolítið vita af því, að því við erum að tala líka lýðheilsu fullorðna fólksins, að þau láti hvort annað vita af þeim tækifærum og möguleikum sem eru til staðar í þessu samfélagi okkar. Þannig að þeir eru ærnir. Það er fullt af fullorðnu fólki til að mynda á hverjum degi að stunda pútt upp í aðstöðunni sem golfklúbburinn á upp í höll, þeim að kostnaðarlausu. Þannig að það er ýmis tækifæri, og þegar ég og Gunnar verðum gamlir, þá getum við stundað ýmislegt og þurfum ekki að fitna. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú nýtum við öll tækifærið gagnvart bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni. Nei, ég vildi koma inn upp og svara athugasemdina sem náðan, þetta vissulega rétt, ég mismælti með áðan, við erum með 9 milljónir áætlaðar 2018 og 15, 2019 í gúmmíkurl og gervigras á sparkfullunum okkar. En mér langaði líka fyrst ég komin hérna upp að bregðast við orðin bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar varðandi lýðheilsumál. Hún taldi nú lítið hafa gengið að ræða þau hérna þegar við höfum verið að ræða íþróttamálin. Ég er nú ekki sammálinni, því að við tókum öllu með opnum huga og ræddum þetta, og meðal annars hérna þegar ég ræddi stefnuræðu, fór mér stefnuræðu síðast íþróttaráðsina fyrir, hvað ég man ekki, ætli það hafi ekki verið, einhvern tímann síðasta ári. Þá bauð ég hana velkomna, hvenær sem er í kaffisopa, til þess að ræða þessi mál. Hún hefur ekki þegið það, en þetta stendur ennþá til boða. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, og þá er það bæjarfulltrúi Silja Dögg sem hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu mjög mikið, en ég ætla aðeins að svara bæjarfulltrúa Gunnari. Svona í stuttu máli, þá með þessum forvarnafulltrúum þá erum við að fara í skólana og út á götu til að ná í þau börn sem hafa einangrast og sýna áhættuhegðun. En ég er mjög til í að setjast niður með þér í kaffi og ræða þessi mál betur. Þannig að við skulum bara, ég sendi bara fundaboð. En svo hveti ég líka, ég veit ekki, kannski ertu búin að skoða, en kannski er bæjarfulltrúi Gunnar búin að skoða, en það er líka nýbúið að gefa út skýrsla félag, félagsmiðstöð Akureyrar, þar sem farið er yfir allt hópastarf og allt sem er í gangi. Þannig að ég hveti ykkur öll ekki bara þið bæjarfulltrúi Gunnar, til að lesa þessa skýrslu. En svo ég glemdi að nefna hérna áðan varðandi ungmennaráð, og þegar við hittum þau þarna daginn við í bæjarstjórninni, mjög góður fundur, mér fannst það, mér varst mjög gaman að hitta þau og tala bara málefni sem snerta þau. Það sem að, sko, ég er bara hlynnt því að setja þau inn sem áheyrnarfulltrúa og bara vill mjög mikið að þau taki meiri þátt og
og reyni að hafa áhrif og kynni sér betur það sem að, við erum að gera. En þau kom svolítið inn á það sko, þegar þau sitja til dæmis eins og nú eru þau í innleiðingunum barnasáttmálan og þau komu svolítið inn á að þau skildi ekki öll lingón sem við værum að nota og mér var svolítið hugsað áramótskaupið þegar var að tala þessu erfi orð. Þannig að kannski ættum við að sko ef við förum þessa leið þá þurfum við samt einhvern veginn að halda utan þau og hjálpa þeim með þessi orð sem að við notum gjarnan ef þið það er örugglega alveg pínu skrítið að sitja inn á fundum og eins og til dæmis það kom spurning á þessu fundi það var talað kynjaða fjárhagsáætlanagerð, hvað er það? Þannig við þurfum þá að vera með kannski einhverju námskeið eða eitthvað svoleiðis til þess að hjálpa þeim að fylgja betur eftir og geta betur tekið þátt í umræðum inn á fundum. Þannig að við þurftum þá að setja upp kannski einhvers konar skóla eða finna pening í það. En mér langaði bara aðeins að koma inn á þetta og annars þakka ég bara góðar umræður. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu og þá segjum við umræðum stefnu og starfsáætlun frístundaráðs lokið.